sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn kom með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá er komið að síðasta viðmælda kvöldsins og það er engin annar en formaður júdódeildar Ármanns. Komdu heill og sæll félagi. Sælir. Hvernig hitti ég á þig? Bara fínt. Jæja, það er gott að heyra. Tryggvi Gunnarsson, ég gleymdi að sjálfsögðu að segja nafnið. Já. Herðu, það er ýmislegt búið að vera í gangi í júdónu upp á síðkastið og já, það er nú ekki langt síðan bara, já, sveitakeppni var í gangi. Hvernig gekk ykkur ármenningu þar? Já, við nóðum saman einvala liði sem að, og það var nú svona, eins og maður segir, undirtónni var náttúrulega að svona styðja og í raun og veru minnast félag okkar hans Vignis sem féll frá í desember í fyrra. Já. Og við náðum að safna saman vöskum mönnum og við náðum reyndar ekki í alla þyngdaflokka en við erum í öðru sæti. Já. Það er nú ekki er ekki gott silfur í gullri betra eins og maður orðað oft? Jú, verður ekki að segja það. Já, nákvæmlega. En já, framundan hjá ykkur, það er núna næstu helgi á Laugardaginn með minnir. Það er það ekki eitthvað minningamót? Jú, það er Vignis bikarinn. Það er sem sagt til minningar Vigni Greta Stefánsson sem að féll frá langt fyrir aldur fram núna í desember í fyrra og var bráðkvæddur. Margfaldur Íslandsmeistari, Norðurlandamestari og góðu félagi og bara virkilega skemmtilegu júdómaður. Og já, var hann svolítið drifkraftur hjá ykkur alltaf? Já, algjörlega og hann var fann að snúa sig svona meira þjálfun og var að þjálfa hjá okkur börn eldri og unglinga síðasta haust og þá vorum við að fá hann til að miðla keppnisreynslu og einmitt kveikja svona, eins og maður segir, keppnisáhuga hjá okkar iðkendum. Það er svolítið svona, það er örugglega hjá okkur eins og í öðrum íþróttagreinum að það er svona orðið erfiðar að fá börn til að keppa. Þetta var sérstaklega í þessum einstaklingsgreinum, sko. Já. Þannig að hann var eitthvað mjög skemmtilega að fara inn, sko. Já, nákvæmlega. Og já, hvernig er svona starfið búið að vera hjá okkur í Ármanni? Þetta er það ekki, já, þetta má segja, þetta er svolítið nú sögufrægt júdódeild hjá ykkur? Bara ekki spurning. Við verðum 60 ára núna í febrúar á næsta ári og vorum í raun og veru stofnaðir út frá, erum fyrsta júdódeild júdódeild landsins og það var hnefaleikadeildin hjá Ármanni sem að í raun og veru í kjölfar þess að hnefaleika voru bannaðar á Íslandi þá fóru menn að reyna að finna sér eitthvað annað til undir og flutt inn í Japana til þess að kenna sig júdó og það var einmitt í febrúar 57 sem að það var. Já, þannig að þetta er orðin, já, er þetta elsta deild landsins kannski í júdó? Já. Við erum svona frumbyggja júdósins á Íslandi og eins og ég segi, við erum búin að vinna 19 titla í sveitakeppni, þannig að við ætlum að verða á undan júdófélaginu í 20. Það er bara, þeir eru konið í 16. Já. Frekar en 17. Já, þið eru það ekki, já, svona góður æfingahópur sem æfið þarna saman í Ármanni? Jú, ekki spurning og það er sérstaklega ánægilegt að við erum bæðið með krílahópa og börn yngri. Það er mikið drift í barnastarfinni á okkur sérstaklega og krílahópurinn okkar er alveg frá bara eiginlega 2,5-3 ára og upp í skólaaldur. Svo koma börn yngri og börn eldri og unglingar, þannig að það hefur verið bara mikil svona vöxtur og góður þar og ánægilegt að sjá fleiri stelpur, þannig að við viljum vera með jafnrétti þarna eins og annars þar. Já, nákvæmlega. Og það er kannski, já, búið að vanta það ekki í júdónu núna senstu 10 árin svolítið að stelpum inn í sportið? Ég held bara frá upphafi, sko. Það er heila bara svolítið svoleiðis, þetta er bara
fólk verðist halda júdó sé bara fyrir kallmenn og ballett bara fyrir konur sko, sem bara argasta vitleysa sko. Þetta ekki síður fyrir konur og það oft sagt að júdó sé miklu meira en íþrótt af því að þetta í raun og veru svo miklu meira heldur bara íþrótt eða keppni af því að þetta líka bara tankagangur og hugsunagangur og hvernig þú nálgast lífið og tilveruna og gagnkvæm virðing og annað þvílíkt sko. Og svo náttúrulega í hálkunni náttúrulega frábært að kunna passa hausinn. Já, nákvæmlega. En það kannski svona miðað við hvernig búið að ganga hjá okkur Íslendingum í júdónu bara núna, síðustu árin. Það má segja að við séum svolítið framalega allan og sérstaklega á Norðurlöndunum. Já, við höfum verið það, en það náttúrulega eru svona, hvað ég var að segja, það eru ákveðin svona kynslóðaskipti hjá okkur. Svona, þannig að við erum vissulega með frábæra nefnivið sem á leiðinni og svo erum við náttúrulega með naglar sem hafa verið að keppa eins og Móða og fleiri sem hafa verið að keppa og þannig eins og ég segi það eru kynslóðaskipti, við erum með nokkra þarna einmitt eins og til dæmis Egil Blöndal frá Selfossi sem þræla blöður og réttum tvítugt, þannig að eins og ég segi það eru fullt af ungum og sprækum strákum að koma upp og stelpum. En hjá ykkur í Ármanni þið eru það ekki með svona ákveðna sveit sem að æfir saman, þetta eru heilmikli naglar það ekki sem eru þarna að æfa hjá ykkur? Jú, og alveg í bland sko, þannig að sko við svona reynum að höfða til eins breiðs hóps eins og við getum, þannig að þú þarft ekki endilega að vera eins og maður segir svona eins og skylmingafræll til að koma að æfa hjá okkur sko, þannig að það er í raun og veru ef þú vilt fara í hardcore keppnisglímur þá það hægt og svo erum við líka með náttúrulega bara fyrir þá sem eru kannski mislangt komnir líka sko, þannig að þú getur svolítið valið það hjá okkur sko og við erum náttúrulega með okkar yfirþjálfari er Yoshihiko Juro sem með 8. dan frá Kodokan og við höfum nú stundur sagt í gríni að þetta svona eins og að vera með kannski ekki góð samlíking en þetta svona eins og að vera með Eric Clapton að kenna gítar í gítarskóla Óla Gauks eða eitthvað með fullri virðingu fyrir honum sko að þú veist þetta náttúrulega bara rockstjarna sem að veit allt sem við erum með þarna. Já, og hvernig stendur á því að menn eins og hann nenni að vera á klakanum og þjálfa og svo framvís? Erum við ekki bara heppnir að eiga huggulegar íslenska konur? Já. Nei, hann kom hérna fyrst í kringum 70 minni mig. 74 eða 6 eða eitthvað kom hann til Íslands og kynntist á henni Sigrúnu sem að hann er giftur í dag sko. Þau fluttu út og svo aftur heim og eiga saman börn sko og meðal annars okkar fremsti keppnismaður í dag úr Ármanni, hann Sveinbjörn Jón Júra mitt sonur Yoshihiko Júra sko. Já. Og hann var svona næstur eftir Þormóðinn og Ólympíuleikar núna til dæmis núna síðan sko. Hann nú heldur betur búin að banka upp á dyrnar hérna hjá Ólympíu að komast inn. Já, og hann var frælduglegur, hann var reyndar óheppinn, hann slasaði sig fyrir 3 árum í öxlinni og þannig að það svona aðeins skemmti fyrir honum stráknum en hann hefur klárlega verið að banka upp á dyrnar að fara inn. Svona lokinu að slepptir, það er náttúrulega minningamótið, það er núna á laugardaginn, hvenær hefst þetta, það er það ekki, það er öllum leiftið það ekki að koma og mæta og fylgjast með? Jú, bara endilega sko, málið er að það sem er svona kannski sérstakt við þetta minningamótið eru raun og veru 2 hlutir, annars vegar er þetta eina júdómótið það sem verður selt inn, venjulega kostar ekki neitt að koma á júdómót og getur verið gríðarlega góð skemmtun að koma á þessi júdómót. En við ætlum að selja inn 500 krónur fyrir 12 ára og eldri. Já. Og keppendur þurfa að greiða 20.000 kall fyrir að taka þátt. En við erum búin að fá styrktaraðila, til dæmis ætla Adidas að vera með 10.000 krónu gjafabréf. Og svo ætla Sýnir Vignis, þeir Sindri og Snævar, Dan og þess maður geta Vigni var svo mikill júdómaður að hann hafði millinafni Dan sem
skískotun í dangráðuna sem þú fær þegar þú tekur svartabelti. Þannig að hann fættist í júdói. Já, og hérna, þeir ætla sjálfir ásamt henni Silju Úlfars, hérna, mömmu þeirra að velja svona, hvað ég að segja, fallegasta kasti eða skemmtilegasta keppanda. Þeir ætla, ég veit ekki alveg hvað form þeir ætla að hafa á þessu, en það verður sem sagt Vignis bikari sem verður bara persónulegu bikar úr bikarsafni Vignis sem að verður farandgripur og þeir velja, og við höfum í raun og veru ekkert að segja, þau ætla bara að stýra því sem er bara frábært. Og Greenhill sem eru er meðal annars að framlega judogalla og Brazilian jiu-jitsu galla og alls konar svona bardagavörur. Þeir ætla að styrkja okkur bæði með gjafabréfum og svo verður veittur hérna verður líka veittur hérna galli í velum þaðan, og öll innkoma mótinu, hvað sem að það eru hérna, hvað sem það eru aðgangueyri eða keppnisgjöld eða hvað, eða auka framlög, það fyrir allt beint í minningarsjóð, sem sagt við stofnuðum minningarsjóð í samstarfi við hana Evu sem að var að skokka hann upp öll fjöll og fyrnindi þarna úti og var með marathon og var gríðarlega dugleg og náði að safna hann einum 3 milljónum og það var, við stofnuðum svona minningarsjóð sem að júdódeildin heldur utan og þannig að bara öll innkoma fer í þann sjóð og svo útlutaður honum eins og ári. Já, okkur. Klukkan hvað á fólk að mæta? Klukkan 12 hefst mótið og ég ekki, það verður nú ekki alveg ljóst fyrir en svona, hvað ég að segja, fyrir ná svona 50 hvað það verður lengi og eðlilega ræðst að fjölda keppenda, en mér finnst mér líklegt að þetta verður búið svona 2-3 liti og þetta verður snart og það sem er sérstakt við þetta mót er að menn fá auka stig fyrir að reyna og tala um að takast að nota uppáhaldsbrögð Vignis sem voru Uzi Matta og Yoko Tomoana, eða það segir eitthvað. Nei, það segir mig voða lítið. Yoko Tomoana er svona pínlítið eins og þú sérði í hérna bíómyndana þegar menn henda sér bara aftur og bak og bakið og svona eins og í kotnis og sparka mönnum yfir sig. Og ég myndi segja að ætli hérna Uzi Matta sig ekki svona svip ekki til sniðglím og lofti eða eitthvað leys. Já, nákvæmlega. Eða klófbragð, ég er ekki alveg með íslensku glíman og hreinu, sko. Nei. Tryggvi, já, en hvað er hitt bragðið? Já, það var sem þetta Uzi Matta, það er svona eins og klófbragð eða sniðglím og lofti, það heitir Uzi Matta. Og Tomoana eða Yoko Tomoana sem þegar þú eins og hendið aftur bak og sparka mönnum svona yfir þig. Já, og það var helstu bröðin hjá honum Vigni Stefánsinni heitinn. Já, hann voru ófá yppunin sem að sótti á þessi bröð úr öllum mögulegum og ómögulegum aðstæðum. Tryggvi Gunnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum alla til þess að mæta þarna. Þetta er það ekki í Laugardals? Jú, þetta er í Laugardalnum, þetta er bara í húsi Ármannsalveg í kjallaranum undir Fimmleikasalnum. Ármannshúsið er bara áfast þrótti, þetta við hliðin og gerðugrassin í Laugardal. Þannig að, og við bara, eins og ég segi, góð skemmtun og bara frábært að sjá sem flesta. Bara takk kærlega fyrir að muna eftir okkur. Já, bara bestu þakki sömuleiðis og já, hvetjum alla til þess að mæta þarna. Klukkan 12 og kostar aðeins litlar 500 krónur og til styrtar mjög góðs málefnis. Frábært, takk hérlega fyrir. Bestu þakkir, gangi ykkur vel. Já, takk. Já, það er þetta nálgast þetta inn á meðal annars inn á YouTube Ísland og það er þetta að sjá ennum mitt á YouTube-deild Ármanns. Endilega kikið við það. En sportátturinn komin fram yfir tíma að venju, það er bara eins og fylgir og gengur og gerist þegar mikið er að gerast í sportunum. Það voru heilir 11 viðmælendur í kvöld og já, við fórum heldur betur víða. Við fórum í handbolta, körfubolta, crossfit, keilu, judo og fitness. Þannig að það er nóg sem þið getur hlusta á í sportættinum á morgun. Sportátturinn á Facebook, þar verða öll viðtöl komið inn í fyrramálið. En ég þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld, njótið vikuna með okkur á Suðurland FM og hvetjum ykkur til að kíkja á Suðurland FM síðuna okkar, Facebook. Þar er skemmtilegu leikur í gangi, kíkið þar og takið þátt.